Málstofan okkar fjallar hinsegin sögu og sagnaritun og það eru 6 fyrirlestrar sem koma úr ýmsum ólíkum áttum sem ætla að fjalla þetta efni sem hefur einmitt ekki mikið verið fjallað á Íslandi til þessa. Hún Hafdís Erla Hafsteinsdóttir að hún ætlar að byrja, hún ætlar að segja eitthvað svona aðeins frá því hvað þetta fyrirbæri hinsegin saga eða hinsegin sagfræði og svo ætlar hann Þorsteinn Vilhjálmsson að hann ætlar að segja okkur frá rannsóknum sínum á viðtökusögu Saffóar á Íslandi. Sérst, hvaða viðtökur þýðingar á ljóðum eftir Saffó fengu á Íslandi og hvernig þau voru þýdd. Og síðan með okkur hann Þorvaldur Kristinsson sem ætlar að fjalla mál Guðmundar Hofdal sem var eini maðurinn sem var dæmdur í fangelsi fyrir kynvillu á fyrri hluta aldarinnar og hann ætlar svona að fjalla orðræði eða tungumáli hvernig var talað þetta mál á þessum tíma. Og Kristín Svava Tómasdóttir ætlar að tala sögu bókasafnssamtakanna 78 sem mjög merkileg og hefur ekki verið svona skráð fyrr. Hún ætlar að tala hana út frá hugmyndum þekkingu og hvaða máli þekking skiptir fyrir hópinn. Já, og svo ætla ég að fjalla þessa svona ímynd af Íslandi sem svona hinsegin fyrirmyndarlandi eða fyrirmyndarsamfélagi út frá annars vegar svona sögulegum orðræðum Ísland sem fyrirmyndarsamfélag sem hefur verið svolítið rannsakað að undanförnu og hins vegar svona þverþjóðlegum orðræðum hinsegin þjóðernishyggju sem þau komist að hvað þegar þeir mæti. Og ég ætla að tala orðræði kynvillu á 7. áratugnum og sérstaklega kaffihús og Laugavegi 11 sem blandaði svolítið inn í þá umræðu og svona hvernig fordæming á samkynhneigðum á þessum tíma beindi svolítið að því kaffihúsi og fólkinu sem stundaði það. Lögum til að sjá okkur. Já, endilega mæta.